Já, þá byrjum við aftur eftir hlé og við ætlum að fá núna nokkra spurningar frá nemendum í hagnýtri siðfræði og ef við byrjum á þér Ásdís, þú ert með spurningu fyrir gestin okkar. Já, ég hef verið að velta því fyrir mér hvort það sé réttmætt að krefjast málfrelsis einungis málfrelsins vegna. Hvort það sé mikilvægt að verja þann rétt einstaklingsins að fá að segja það sem honum dettur í hug þó að það skipta hann kannski engu sérstöku máli hvað hann að segja. Okay. Ég held að þessi spurning kannski komi svolítið að kjarnanum á því hvernig Evrópubúar annars vegar og Bandaríkjamenn líta á tjáningafrelsið. Því að í Bandaríkjunum þá hefur einmitt verið litið á það að tjáningafrelsið sé svo mikilvægt að þeir hafa í raun og veru engar svona stóra siðanefnd blaðamanna eða neitt slíkt. Þetta ákvæði sem var afnumið sem var það sjónvarpsstöðvarnar og að þeir þurftu að gæta hlutlægnis og svo framvegis. Það kom líka í kjölfar þess að málið hafi komið til kasta bandaríska Hæstaréttar. Þeir reyndar sögðu að þetta væri í lagi en þetta var svona stöðugur debatt getur maður sagt um þetta. Á meðan í Evrópu að þá sjáum við það í ýmsum ríkjum eins og til dæmis í Frakklandi og Þýskalandi að það er óheimilt að segja að helförin hafi ekki átt sér stað og það eru ýmsar kvaðir settar á tjáningafrelsi, ýmislegt sem þú mátt ekki segja og sem að þá held ég að enn og aftur megi þá rekja til þessara hörmunga sem að áttu sér stað á síðustu öld í Evrópu og líka það að maður heldur ekki gleyma því að við erum að sjá þetta gerast aftur. Við sáum þetta líka gerast á Balkanskaganum, hvernig til dæmis fjölmiðlar voru kerfisbundið notaðir til þess að ala á hatri og svo framvegis. Þannig að þetta byrjar náttúrulega bara ofta því að það er verið ala á fordómum sem síðan býr til þá kannski ákveðna gjá sem að hefur þá áhrif á lýðræðið sem að síðan getur leitt í sundrungar og það eru svona þessi rök sem eru þá miklu frekar notuð í Evrópu það af hverju þú megir ekki segja nákvæmlega það sem þér sýnist. En hins vegar er alltaf mjög mikilvægt að maður geti sagt það sem manni sýnist vegna þess að annars fer maður að fara að hugsa, þarf maður alltaf að fara að hugsa, býtum má ég segja það sem mér langar til að segja eða það sem kemur fyrst í hugan og maður segir náttúrulega ýmsa vitleysu líka og maður hefur full leyfi til þess. Já, en þarna á ég kannski við svona þegar þetta er orðnir svona mjög öfgafullar skoðanir það sem er síðan dæmt að þetta sé. Þannig að það erum að tala um alltaf hatus áróður þarna eða hatus orðræðu. Já, en þetta er líka svona kannski undirstrika ákveðin mun á milli ákveðinar teóríu um þetta og svo reyndarinnar. Það er að segja við getum teóritisera endalaust málfrelsið og hvernig því og hvað það merkir í raun og veru og hvað einstaka orðhlutar merkja og svoleið. En hins vegar auðvitað það náttúrulega ákveðnar takmarkanir á hvað við megum segja og svo það líka ákveðnar, það einhver svona mælikvarði sem við höfum inn í okkur er það þess virði að segja þetta við ritskoðun sjálf okkur. Ég meina við göngum ekki upp að fólki út á götu sem að okkur finnst eitthvað einkennilegt eða eiga einhver orðskilið og segjum það við það. Þannig að það er í rauninni einhver svona mælikvarði í gangi líka í reyndinni sem er kannski að virka á okkur allan daginn er þessi virði að nota málfrelsi núna. Þannig að það er ekki, held ég, svo einfalt að málfrelsi fyrir málfrelsi. Ég held að það sé bæði takmarkanir og svo þessi í rauninni munur milli teórí og reyndar. Já, en það er auðvitað mjög mikilvægt að maður búi í samfélagi þar sem hægt er að segja hlutina frjálslega. Og það er kannski líka svona, þessar hugmyndir koma náttúrulega líka inn í það sögulega samhengi þegar það er mjög mikið kúgun á því hvað þú mátt segja. Og það er óheilbrigt þegar maður býr í þannig samfélagi að maður þarf stöðugt að vera ritskoða sjálfan sig. Einmitt, þessi líka grundvallarmunur finnst mér, þessi að ritskoðun, það er að segja málfrelsi í samfélagi þar sem að það er nánast ekkert málfrelsi eins og kannski að Sovéttímanum eða eitthvað slíkt. Þar er málfrelsi miklu gildishlaðnara, það er að segja þá erum við kannski að tala um réttinn til að tjá hugsanir eða hugmyndir sem okkur finnst ekki öfgakenndar eða okkur finnst bara í rauninni grunnhugmyndir eða eitthvað slíkt. En málfrelsi í dag í
samfélögum sem gríðarlega frjálst eins og okkar hérna í dag, þessum vestrænu lýðræðisríkjum, að vera að tala málfrelsi í þannig samfélagum hefur ekki sömu merkingu. Þá erum við að tala málfrelsi til þess að segja eitthvað mjög ýkt eða mjög öfgakennt eða eitthvað slíkt og það ekki í rauninni alltaf hugmynd málfrelsi heldur en áður. Vilt þú koma inn? Já, ég var nú bara líka að hugsa sko, við tökum held ég tjáningafrelsinu líka svo gefnum hlut hérna á Vesturlöndum og eitt af því sem til dæmis mjög mikið núna til umræðu í Evrópu, það einmitt sko öll þessi hryðjuverkalöggjöf sem að hafa þessi neikvæð áhrif á tjáningafrelsi sem gerir það verkum að svona eitthvað sem við töldum kannski vera allt í lagi eða við eigum það ekki að venjast að það sé vera að hlera eða ráðast inn á ritstjórnum og svo framvegis en við erum að sjá þetta vera að gerast í vestrænu ríkjum. Þannig að þetta orðið svona mál sem búið að taka upp í raun og vera á hennum svona sama evrópska vettfangi að segja sko við erum búin að ávinna okkur ákveðin sko réttindi sem að við lítum á sem algjörlega sjálfsagðan hlut en það alveg gríðarlega mikilvægt að viðhalda honum líka, að maður sé alltaf á verðinum að þetta ekki eitthvað sem algjörlega sjálfsagt. Þetta í raun og veru, ef við hugsaum það, þá þetta ekkert svo langur tími sem að fólk hefur haft tjáningafrelsi með þeim hætti sem eins og við þekkjum þetta. Nei, og þó við séum að hugsa svona sko hryðjuverk og þessar ógnir og hatursorðræðu þá þetta líka getur verið alls konar kannski önnur málefni sem ekki kannski svona stór í samtímanum sem samt geta orðið þannig að fólk fer að vera vart sig það hvernig það segir hlutina eða hvað það segir. En ég ætla að fá næstu spurningur hérna frá nemendum. Bjartur, gjörðu svo vel. Já, spurning mín kannski svolítið siðfræðilegs eðlis en ég verið að veltaði fyrir hvort hugtök eins og tjáningar og málfrelsi mega þau einhvers gagnvart mun áþreifanlegri verðmætum eins og til dæmis öryggi, heilsu eða bara mannslífum. Þá hugsað að þú ert til dæmis í einstökum tilvikum með eitthvað tjáningu eins og til dæmis birtingu miðils á mjög ögrandi myndum. Það sem borðleggjandi að viðbrögðin við þeirri tjáningu verði rauninni það öfgakennd. Getur þá réttlætt hana? Ég meina alveg óháð því hversu réttmætt við teljum viðbrögðin við þessum að við vitum að það muni gerast. Ég meina, ef þú rekst á vitstóla og morðaðan mann út á götu, vitandi ef ögrar honum muni hann valda skaða, berðu ekki alltaf einhver ábyrgð á þeim skaða sem flýst. Hvað segir þið? Þetta hérna... Jú, mér finnst þetta varpa öðrum vinkli á þetta mál, það að segja í rauninni ákveðið fordæmi, hvað hefur gerst áður eins og til dæmis ef við hugsaum þetta með þessar skopmyndabirtingar eða eitthvað slíkt. Það ekki, af því að við tölum málfrelsi en til dæmis þessar myndir sem birtust í Charlie Hebdo og það er alltaf fullt af öðrum myndum sem miklu minna þekktar sem hafa birst gegnum tíðina en þessar myndir sem birtust í Charlie Hebdo að út af því sem gerðist 2005 þegar myndirnar í Jótlandspóstinum birtust að þá var alveg hægt að hugsa sér að það myndi gerast eitthvað líka eftir þessar myndir. Þannig að þá koma inn í hlutir eins og að mínum að eins og einhver svona samfélagslega ábyrgð og í rauninni ábyrgð þess sem að stendur að baki myndunum og slíkt. Þannig að En hægt að segja það þá að þeir sem birta svona myndir eins og allavega í annað skiptið að þeir beri einhverja ábyrgð á því sem gerist. Myndirðu vilja ganga svo langt að segja að Nei, ekki beint. Það að segja þeir sem Nú láta þeir lífið að þeir sjálfir sko fyrir það sem þeir gera sko. Nei, akkurat, þetta er mjög spurning. Þeir sem bregðast við á þennan hátt eins og Kouachi bræður og þeir með því að drepa eða skjóta eða eitthvað slíkt. Þetta er náttúrulega glæpamenn oft tengdir glæpasamtökum og nota svona hluti sem einhvers konar átyllu til þess að framkvæma hryðjuverk. Þannig það er eitt. En ég myndi benda á til dæmis svona ábyrgðarhluta þá má horfa á ýmislegt sem gerðist eftir myndirnar í Jótlandspóstinum á sínum tíma sem mætti horfa til og það eru til dæmis mjög mannmörg mótmæli út allar múslima heiminn í raun og veru. Ég man eftir til dæmis mótmælum í Pakistan minni það örugglega verið þar sem að milljónir mótmæltu og þar var mikill æsingur og þar dó fólk af troðningi og slíku. Þannig að eitthvað kannski á þáli, ég veit að það er ekki beint hengsl en
En til dæmis eins og þá, sko, í þetta fyrra skipti sem þetta eru svona stór mál hérna á Vesturlöndum, myndirðu vilja segja það semst að þeir hafi mátt sjá að þessi viðbrögð yrðu með þessum hætti? Hvort þá? Í fyrra skipti, já. Því að nú var þetta, semst að, já. Nei, fyrra skipti sko þá, eftir sem bestur eigu minni, þá nú ekki mikið svipuð tilfelli áður en þetta stóra Jótlandspóstmál verður. Þannig að ég myndi ekki segja kannski fyrir það, nei. En ef við hugsum bara tíman eftir það, þá má allavega, það eru þetta ógjörningur reiknum hver viðbröðin verða og það ekki að hugsa sko, já, ef ég tekna þessa skopmynd þá ég drepinn eða einhverju drepinn eða eitthvað svona. En það er í ljósi þess sem gerst hefur, þá segja þessi ákveðna líkur á því að það muni eitthvað gerast. Þá verður hver að gera það upp við sig í rauninni, hvort honum finnst málfrelsi þessi virði, hvort honum finnst að vera siðferðis ábyrgðar hlutur hjá sér að láta af verða eða ekki. En dæmi sem hann tók sko að morðáðum manni sko, að maður hittir morðáðum mann út á götu sko, þá það svona, þá mjög, og maður fyrir að hvetja hann til ofbeldisverka og hann þegar í ham og maður sér það, að þá getur maður kannski séð hvað muni gerast. En það miklu, já, það ekki svona orsakakeðja í gangi þegar við erum að tala birtingar á myndum í dagblaði. Nei, hún ekki eins, þetta náttúrulega miklu svona meira, þú ert nær í rauninni hættunni, þetta náttúrulega kannski eðlismunur á þessum dæmum þannig séð. En það hins vegar, ef við hugsaum eitthvað róf, að það væri svona alveg bráð hætta í rauninni, þá hitt einhvers þar kannski á heinum endanum á rófinu þar að segja að það ekki svo að það sé engar afleiðingar, að það sé ekki hægt að búast við neinum afleiðingum, það ekki hægt að segja það. Sko, ef maður skoðar þetta svona út frá til dæmis bara fjölmiðlalögunum, þá bera fjölmiðlar ábyrgð á því sem að fram kemur. Jafnvel þó að það sé í beinni útsendingu eða eitthvað slíkt. Það að segja að þeir bera náttúrulega miklu minni ábyrgð ef þetta í beinni útsendingu. En við sjáum til dæmis bara mál þar sem ákvarðanir hafa verið teknar frá fjölmiðlanefndum í löndunum í kringum okkur, að þá er það ábyrgðarhluti fjölmiðilsins sko hvern hann setur þarna, hver viðmælandi hans og svo framvegis, og það geta alltaf verið einhver ákvæði í lögum sem að gera það verkum að þannig að það þá viðmælandans eða sá sem að taka viðtali þá að kannski að draga úr því sem að þarna á sér stað, koma með önnu sjónarmið og svo framvegis. Þetta svona það sem að við sjáum. Og mér langar líka bara til þess að segja sko, tjáningafrelsi náttúrulega gríðarlega mikilvægt, en það náttúrulega líka önnur mannréttindi sem að náttúrulega togast þarna á, eins og til dæmis varðandi friðhelgi einkalífs og svo náttúrulega sérstaklega bara í tjáningafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar talað sko að það megi setja tjáningafrelsi skorður í þágu allsherjarreglu, öryggi ríkisins, verndar heilsu manna, siðgæði og svo framvegis. Og þá ertu í raun og veru búin að telja svolítið upp þessi atriði sem að þú sagðir sko, þú veist, er málfrelsi algjört eða ekki alls konar aðrir hlutir sem að koma þarna og hafa áhrif á tjáningafrelsi. Bæta örsatt við þetta því mér rak bara myndliðis núna. Þegar árásin Charlie Hebdo átti sér í stað, það tóku margir sjónvarpsmenn að ákvörðin að sýna ekki forsíðuna. Minnir, var það ekki rétt hjá mér? Við minnir jafnvel að einhver hafi reynt að draga hann upp í beinni útsendingu hjá BBC World Service. Það var bara klippt á það, sko. Það var mjög áhugaverð, sko. Oft var hann sýnd svona blörruð og eitthvað þannig, sko. Þannig að þetta náttúrulega alltaf, sko, þetta alltaf svona, þetta alltaf val fjölmiðilsins, sko, hversu langt hann gengur, hvort hann ætlar að hlekkja á ISIS myndband, það sem verið að taka einhvern að lífi, eða þú veist, hvað ætlar að ganga langt? Og síðan það þá yfirleitt á dómstóla ef að það kemur til þess þá að taka ákvörðun það hvar liggja þessi mörk. En svo náttúrulega munur á því að sko, þú berð ábyrgð á því sem þú segir í gagnvart dómstólum og svo hitt að setja sko einhverja ritskoðun á, að banna eitthvað fyrirfram, að það megi ekki segja ákveðna hluti fyrirfram. Þannig að ég meina þeir sem náttúrulega hafa staðið fyrir þessum myndbindingum hafa náttúrulega þurft að sæta ábyrgð. Ég meina þeir hafa náttúrulega sumir týnt lífi og aðrir hafa þurft að náttúrulega að fundi verulega fyrir því að hvaða afleiðingar þetta hefur alveg bitnað á þeim sjálfum.
Þannig að menn en stundum náttúrulega fólk tilbúið til að láta reyna á þessi réttindi og láta og standa sjálfur alveg og bera ábyrgð á því. Og ég held að þurfi líka, menn þurfa að hafa í huga að að því að tjáning er varin í stjórnarskránni, í mannréttindasáttmálanum, þá gerist ekkert, afleiðingarnar verða alltaf eftir að birting hefur átt sér stað. Ef að það gerist ekki þannig, ef að það stjórnvöld segir þú mátt ekki birta þetta fyrirfram, þá er það ritskoðun. Það er ritskoðun, já. Þannig að það er þessi grundvallarmunur. Þannig að allt þetta sem við sjáum, það birtist, en síðan getur það haft afleiðingar í för með sér. Og þá erum við með ábyrgðarmannakerfi sem segir það að viðmælandinn ef hann er þekktur, þá ber hann ábyrgð, ef ekki, þá er það, og svo erum við með einhverja keðju þar af ábyrgðarröðinni það hver á þá að bera þessa ábyrgð ef út í það fer. Ok, við fórum næstu spurningu. Elín Borg. Já, mig langaði til þess að spyrja ykkur að því hvort þið telduð að forsvarsmenn Jyllands-Posten hefðu ætlað sér að velja múslimum undir öggum þegar þeir birtu myndirnar 12 árið 2005 eða hvort að raunverulega baráttu þeirra fyrir málfrelsi og prentfrelsi og gegn sjálfsritskoðun hafi verið að ræða. Þú byrjar þessu. Nú sagði ritstjóri Jyllands-Postins eftir á að hann þetta skipti mjög miklu máli fyrir prentfrelsi og það voru þau rök sem hann gaf meðal annars. Hvað haldið að það er svolítið erfitt að já, svolítið erfitt að komast inn í hausinn á þessu fólki hvað gekk til, en ef hann segir þetta sjálfur þá er þetta það sem við höfum í raun og veru. Danir eru reyndar bara, þeir eru þekktir fyrir það í Evrópu að halda málfrelsi mjög á lofti, þannig að ef út í það er farið þá eru þeir eina þeim þjóðum sem að vilja sem minnst kannski höft hvað þetta varðar. Þeir náttúrulega stóðu mjög sterkt á bakvið. Já. En það var spurning af hverju þeir hafa valið þetta myndefni til þess að láta reyna á þetta. Það ekki geta valið til dæmis að gera myndir af gyðingum eða afneita helförinni eða einhverju slíku. En til dæmis eins og þekkir þú eitthvað svona umræðuna í þeim löndum þar sem þetta stuðaði? Ég meina, er þetta var einhver umræða einmitt þetta tvennt, getur verið að bara tjáningafrelsi sé svo mikilvægt að í þessu tilfelli, jafnvel í þessu tilfelli að það sé rétt að fyrirgefa þetta eða líta framhjá. Já, þetta hafi verið svona tilraun til að reyna á málfrelsi. Þá spyr ég aftur af hverju þetta efni er valið til þess að láta reyna á málfrelsi en ekki eitthvað annað. Þannig að það hlýtur eitthvað að búa baki meira einhvers konar skoðun á íslam eða múslim eða miðausturlöndum sem að verður til þess að þetta er. Og þegar þetta efni er valið til þess að láta reyna á eitthvað göfugt og mikilvægt og málfrelsi og slíkt, þá ef maður fær engar skýringar þá fær maður að geta sér til einhverju ástæður og eina ástæður meina dulbúinn rasismi eða eitthvað slíkt. En nú segja til dæmis franska blaðið Hebdo, ég meina þeim er ekki heilagt. Nei. Og þú veist þannig að þeir gera grín að öllum og við allar gera svona skopmyndir. Akkurat. Og býr eitthvað meira baki einu heldur en öðru þá. Ég meina ef það er það sem þú ætlaðir, þú ætlar bara að láta reyna á, er einhver ástæða til að fara að lesa í það að það sé einhver meiri dýpri pólitíska ástæða ekkert endilega eins og þegar maður hefur ekki meiri upplýsingar en þetta hvað nákvæmlega fólki gengur til þá getur maður bara getið sér til ástæðunar en þó mjög fáir sem að lási Charlie Hebdo áður en þessar myndir komið til söguna að gefa mjög litlu upplagi en síðan eftir að það hefur maður séð eitthvað af þessu á netinu og svona og þetta er held ég ákaflega mjög sérstök sýn á líf og tilveruna og mjög sérstakur húmor ef það er kallað það þannig að þetta er frekar óaðgengilegt og lítið mainstream framsetning sem þarna er við það til dæmis eins og þegar þið teiknuðu mynd daginn af litla drengnum sem
lést í flæðarmálinu. Þeir slóðu því upp einhverju mun eftir því. Að þeir tóku það líka og ég held að fáir tengi þetta við húmor eða eitthvað slíkt en þetta er einhver svona sérstök sýn sem að þeir hafa á og oft erfitt að lesa í nákvæmlega hvað þeir eru að gagnrýna eða að hverju þeir eru að gera grín. Já. En það er auðvitað það sem var sko þarf að eða spurningin er þurfum við ekki einmitt að bara þola það. Ég meina stundum er húmor bara mjög ósmekklegur og og við getum verið mjög ósátt við eða skoðanir sem fólk setur fram og getur bara skert það með mjög ósmekklegum hætti og Við þekkjum þetta náttúrulega, ég meina það var náttúrulega það náttúrulega húmorinn hefur verið notaður bara við hirðir hérna áður fyrr til þess að svona segja ákveðna hluti sem aðrir mátti kannski ekki segja eins og fíflinn í hirðinni þannig að húmor hefur náttúrulega það er svo margt hægt að segja í húmor sem að svona stuðar og ýtir á og svo framvegis og þar að leiðandi þess vegna er gríðarlega mikilvægt náttúrulega að hafa þessi tæki og tól til þess að geta sagt eitthvað, bent á eitthvað og svo framvegis og það er náttúrulega meðal annars gert við húmor. Næsta spurning. Já, eins og við komum inn á þá breytast mörk tjáningafrelsins og mótast eftir tíðarandanum. Teljið þið að tjáningafrelsi hafi aukist eða minnkað í samfélaginu eftir þessa myndbirtingu hjá Íslandspóstinum fyrir áratug síðan og ef svo er, hvernig metuðu slíka breytingar? Það er stórt spurt. Ég held að það sé kannski svolítið erfitt að horfa á þetta bara í þessu samhengi með myndbirtingarnar. Ég held eins og Þóra var að segja að það er svo margt búið að gerast í samfélaginu annað sem að gera það verkum það er margir þættir sem gera það verkum að tíðarandinn breytist. Og eins og ég nefndi, ég held að það eru ýmsar vísbendingar svo við tölum því ég held að þetta tengist svolítið þessari hryðjuverka ógn og hræðslu við öryggi borgaranna í þessum vestrænu lýðræðisríkjum og það eru ýmis teikn á lofti það að þar sé kannski staðan ekki alveg nægilega góð að við erum kannski að bregðast við og takmarka tjáningafrelsi kannski óþarflega vegna ótta öryggi borgaranna. Og þetta er til dæmis eitt af því sem er mjög mikið núna að vera að ræða í Evrópu. Hvaða áhrif til dæmis þessi hryðjuverkalöggjöf hefur haft. Þannig að hún er oft mjög það er ekki beinlínis sagt hvað má gera, heldur á grundvelli einhverja almennra heimilda er farið í mjög umfangsmiklar aðgerðir sem hafa mjög mikil áhrif. Geturðu nefnt dæmi einhverja nýlega aðgerðir á? Já, það er bara eins og ég var að nefna, ég meina, það er til dæmis mjög mikið búið að vera að ræða þetta í Bretlandi. Þar er til dæmis hryðjuverkalöggjöf sem hefur haft mjög víðtæk áhrif. Hún hafði nú áhrif á okkur sínum tíma, en hún hefur haft áhrif á tjáningafrelsið og þetta hefur verið mjög mikið í deglunum bara fræðilega þá sem að fjalla tjáningafrelsi í Bretlandi, þessi neikvæða áhrif þeirra löggjöfar þar sem dæmi. Þóra, er einhver merki það er náttúrulega svo sem ekki merki auðvitað með þessi viðbrögð í París í byrjun ársins en er einhverja líkur á því að þessar myndbirtingar gera það að verkum að smátt og smátt linist afstaða þeirra sem hafa brugðist harðast við? Það er svolítið erfitt að rýna í þetta sjálfsögðu en þannig að tjáningarfrelsi aukist eða er það fer það frekar í hina áttina? Við þurfum kannski að bíða og sjá hvað gerist nákvæmlega upp úr þessu en ég held eins og við sjáum eftir til dæmis þessar myndir í Charlie Hebdo og þessi voðaverk þarna í París þá hefur umræðan aukist alveg gríðarlega og í þessari umræðu sérstaklega eftir þetta einhver hluta vegna þá hafa miklu fleiri sjónarmið komið inn í umræðina og ég held að það sé svolítið snemmt að segja núna hver afleiðingar þess verða en ég held að afleiðingarnar gætu verið þær að fólk hugsa kannski meira þetta og kannski er þá
í betri stöðu til að taka svona upplýstari siðferðislega ákvörðun hvort málfrelsið sé þess virði eða eitthvað slíkt. Þannig að nú held ég að fólk geti tekið fleiri breytur inn í það sem það er að gera dagsdaglega. Ég er sammála því, maður sér það bara á svona þessum evrópska vettvangi að það er orðið miklu meiri umræða tjáningafrelsið og í raun og veru svona mörk þess og hvað það er mikilvægt að viðhalda tjáningafrelsinu og það megi ekki líta á þessi sjálfsagðan hlut og svo framvegis, þannig að ég held að svona þetta sem er búið að vera að gerast hafi svona, vaki fólk svolítið til vitundar það að við megum ekki sofa á verðinum. Þetta er eitthvað sem þarf að hlúa að. Þetta er ekki sjálfsagt. Loka spurning. Nú er tjáningafrelsið auðvitað mikilvægt, en við setjum skorður á það þegar við getum alveg fullyrt það að það skaði fólk, það sem sagt er. Og það er sjálfsögðu mikilvægt, en það eru ýmis dæmi núna á samtímanum það sem við erum að reyna að setja tjáningafrelsinu skorður. Og það má nefna samtökin 78 eru að kæra 10 einstaklinga fyrir ummæli sem það haft á netinu. Og sömuleiðis Akureyrarbær vísaði grunnskólakennara úr starfi fyrir ummæli sem hann hafði utan vinnutíma á eigin persónulegu bloggi sínu. Það hefði líklega enginn sérstaklega tekið eftir þessum ummælum, en núna eru allir að tala þau. Og með því að vekja svona athygli, með því að vilja skerða tjáningafrelsi einstaklinga, eru allir að tala þetta og allir hafa heyrt þessu ummæli. Og það sem ég er aðalega að hugsa er praktíkin í því að actually vilja banna tjáningu sama hver hún er. Og þetta er náttúrulega kennt við Barbra Streisand sem vildi láta fjarlæga mynd af húsinu sínu af netinu. Og það var kannski örfáar einstaklingar sem hefur séð þessa mynd. En núna vita allir hvað Streisand-effektin er, vegna þess að allir vildu sjá myndina sem Barbra Streisand vildi fjarlæga af netinu. Praktíkin í því að fjarlæga svona skoðanir getur hreinlega gefið þeim sem hafa skaðlega skoðanir vald og gefið þeim beru undir vænginn og í rauninni valdi meiri skaða heldur en skoðanin sjálf. Er þetta ekki svolítið vandasamt að ætla sér að hefta tjáningafrelsið vegna þess að það getur hreinlega valdið skaða, ennþá meiri skaða? Og gerir það held ég oftast? Sko, ég held að þú farir einmitt inn á þennan svona punkt sko, sem að kannski varðar það hvaða upplýsingar í raun og veru komast til skila eða verða ofan á í samfélaginu. Og sko, svona sögulega þá náttúrulega má sjá það að þegar að verið er að setja svona þessar skorður til dæmis á ljósvakamiðla og svo framvegis þá náttúrulega voru færri miðlar, nú er náttúrulega orðið miklu fleiri miðlar, netið er komið og svo framvegis þannig að það hefur náttúrulega orðið alveg gríðarlega breytingar, það er alveg ljóst og það er náttúrulega orðið mun svona erfiðara að eiga við í raun og veru þessi mál. Við erum samt sem áður með lönd sem eru sko mjög svona kerfisbundið að eiga við þetta, til dæmis bara ummæli, rasísk ummæli á netinu. Ég man til dæmis eftir bara ungum háskólanema sem að tjáðu sig með rasískum hættum fótboltamann sem að fekk hjartaáfall á fótboltaleik og ég meina það liðu ekki vikur og þá var búið að dæma mannin. Þannig að við sjáum það að sko það eru sum lönd sem að taka þetta mjög alvarlega. Á sama tíma eru náttúrulega líka mörg ummæli sem að bara koma upp og þau kannski dæma sig sjálf og hér á Íslandi sjáum við náttúrulega mjög mörg dæmi það að það kannski gerist eitthvað í samfélaginu og almenningur bara líkar ekki við það hvernig þetta er sett fram og það er í raun og veru kannski almanna þrýstingurinn sem að verður til þess að ummæli eru fjarlægð eða tekin út eða viðkomandi biðst afsökunar og svo framvegis. Og þannig að það er rosalega erfitt að kannski eiga við þetta og ég held að það sé kannski svona ástæðan fyrir því af hverju svona þetta svona það hefur orðið ofan á í Evrópu að halda samt áfram með sko þetta aðhald með þá faglegum blað- og fréttamiðlum, þar segja bæði siðanefndir og fjölmiðlanefndir hvað varðar sjónvarp og svo framvegis, vegna þess að þetta eru samt sem áður miðlarnir sem að hafa þennan mikla slagkraft og við sjáum það líka bara á samfélagsmiðlunum að fréttir eru náttúrulega mjög oft, þetta eru oft einhverjar, það er verið að taka eitthvað úr svona þessum
hefðbundnu fjölmiðlum og það er svona grunnpunkturinn í einhverju umræðu sem á sér stað og svo framvegis. Þannig að sko eins og staðan núna þá er svona fagleg blað og fréttamennska og það að gæta að svona þessum mörkum og að gera hlutina vel, það kannski hefur aldrei skipt jafn miklu máli eins og einmitt núna þegar það er svo mikið af öðrum upplýsingum sem er kannski hatur, eru rangar upplýsingar. Við sjáum það að það hefur aldrei verið jafn mikið af röngum upplýsingum sem hefur verið að koma á framfæri við okkur. Og við erum kannski að setja líka bara hlutina í eitthvað allt annað samhengi, af því að við kannski þekkjum ekki menningar heiminn þar sem þessar upplýsingar koma jafnvel og svo framvegis. Þannig að þá skiptir máli að það sé einhver með þekkingu sem að hafa svona þessa faglegu þekkingu til þess að setja þetta fram fyrir okkur og það er kannski ástæðan fyrir því líka að það er ennþá verið að standa vörð það að þeir séu að gera hlutina vel en á sama hátt þá náttúrulega ráðum við ekkert við allt sem er þarna úti. Það er alveg ljóst með tilkomi netsins og svo framvegis. En kannski aðeins bara til þess að klára þetta, ég held líka að sko, það þurfa að hafa líka í huga að það eru margir sem líta svo á að svona, þessar rétt upplýsingar, að það séu svona einhver markastorg upplýsinga og að réttar upplýsingar muni alltaf komast til skila. En ef við bara skoðum það hvað eru gríðarlegir hagsmunir í því að eiga fjölmiðla, jafnvel þó það beri sig ekki, þá sjáum við það að eiga fjölmiðla er líka ákveðin leið til þess að svona koma eða halda utan ákveðna skoðanir eða hafa sko ákveðin, hvað ég segja, að ákveðin mál svona sem er í forgangi hjá eigendum geti þá er þá haldið á lofti og svo framvegis. Þannig að það er ekki þannig í þessu samfélagi sko þrátt fyrir alla miðlana og svo framvegis að þetta sé með þeim hætti að alla skoðanir komi upp á yfirborðið og að réttu skoðanirna verði ofan á. Það er bara fjölmörg dæmi allt annað og þetta er náttúrulega það sem er búið að vera að benda á til dæmis bara í fjölmiðlarannsóknum upp á síðkastið. Vilt þú koma inn á þetta og líka spurningur að skaðinn af því að reyna að hefta tjáningarfrelsi það getur verið meiri skaði fólkinni því heldur en upphaflegu tjáningunni og má ekki segja það til dæmis þessar myndir það sé búið að blása það kannski út úr öllu samhengi við kannski það sem upphaflega var. Það sem upphaflega var ætluningur, það er mjög ólíklegt að einhver hefði getið séð fyrir mögulega hver afleiðingar þar eru. Þær eru það sem þær voru þannig að það er kannski eitthvað að endurstilla. En ég held að fólk sko til dæmis eins og er verið að nefna svona einstök dæmi einstaklingar sem að vilja fjarlæga eitthvað af netinu eða eitthvað slíkt. Þá er það náttúrulega alveg rétt, ég menna viðkomandi það náttúrulega að hugsa það mál áður en að þeir fara af stað. En það má það líka segja það út af því að það er svo mikil fjölmiðlun, það er svo opið fyrir svo mikla tjáningu í dag að þá þarftu náttúrulega líka miklu kannski jafnvel eða setja hlutina bæði miklu skýrar og jafnvel öfgafyllra fram ef þú ætlar að ná í gegn, ef þú ætlar að ná athygli. Og það er kannski það sem við erum að sjá kannski meira mæli að það sé það sem býr að baki, fólk vil bara reyna að ná athygli og þá notar það þau meðul sem eru tiltæk og það er kannski að setja málin fram með mjög skýrum og skorin orðum hætti. Og ég held líka sko og móka þá kannski fleira í Fá klikk og hvað sér fá smelli og fá smelli og þá verða athygli. Og ég held að það sé líka ástæðan fyrir því að sko þetta aðhald sem er haft með fjölmiðlum sko faglega blað og fréttamennsku svo til dæmis siðanefndirnar eru með og svo framvegis. Það er eitt en það hefur sennilega aldrei verið jafn mikilvægt eins og núna að vera með markvissa kennslu í miðlalæsi. Það er að segja gagnrýna hugsun. Bara hvaðan koma þessar upplýsingar? Hver á hagsmuna gæta því að þær eru settar þarna fram? Er eitthvað sem vantar í frásögnina? Hefur einhver hagsmuna því að setja ekki eitthvað fram og svo framvegis. Þannig að þessi hluti er í raun og veru svona kannski það sem er að bætast við
og sem að fjölmiðlanefndi til dæmis á hérna í Evrópu að leggja hlutfallslega alltaf meiri og meiri áherslu á vegna þess að þetta í raun og veru svona tækin og tólin sem að við sem almenningur sem eru að vega og meta upplýsingar verðum að læra. Við verðum að læra að setja fram þessar spurningar. Ég man til dæmis eftir, ég var á fundi ekki alls fyrir löngu og það er búið að vera svolítið í umræðinu og það er búið að vera svona myndir sem eru teknar úr samhengi og þetta er raun og veru bara gert til þess að ala á ákveðnum fordómum gagnvart einhverjum hópum og svo framvegis. Og það var til dæmis tekin dæmi frá Svíþjóð mynd sem var búið að fara út alla samfélagsmiðlana hópa mönnum sem voru með svona litlar brúðarmæjar og þetta átti að gerast í Jemen. Og það var sagt að þetta væri mynd af svona fjölda brúðkaupi þar sem að litlar stúlkur voru að giftast fullorðnum karlmönnum. Og þau sögðu, viðkomandi sem tók þetta sem dæmi, þetta er algjörlega rangt. Þetta er í brúðkaupi en þetta er hefð á þessu svæði, hvernig þetta er sett fram. Og svo var sett önnur mynd, þar sem var mynd af fótboltamönnum sem voru að leiða unga drengi inn á fótboltavöll og það var sagt, ok, ef þú veist ekkert um þetta, hvaða ályktun dregur þá? Þannig að þetta var svona sett sem þessar tvær myndir saman svona til þess að sýna okkur fram á það að við verðum að spyrja okkur spurningana, við verðum að vita það menningarlega samhengi sem að upplýsingarnir eru settar fram á og það er kannski þetta sem að skiptir hvað mestu máli núna fyrir okkur sem notendur bæði samfélagsmiðla og fjölmiðla í ljósi allra þessar upplýsingar sem eru þarna og þar af leiðandi allra þessar röngu upplýsingar líka. Og þetta þá væntanlega á við okkur öll, alls staðar. En takk kærlega fyrir, þetta er búið að vera mjög skemmtileg umræða og takk nemendur fyrir þáttökuna. Tíminn er búinn, þannig að við verðum að hætta hér og að sinni. Takk fyrir kærlega.